skulum skoða núna hvað gerist ef að hvítur leikur E3 í fjórða leik í staðinn fyrir riddari C3. Það breytir stöðunni örlítið. Hvítur á ekki lengur möguleikann á að fara með biskupinn sinn á F4 eða G5 eins og í öðrum afbrigðum og svartur leikur eftir sem áður A6 hér. Og hér getur hvítur aðeins beðið með að fara með riddarinn sinn og drottningvagnum út og haft möguleikann á því að hafa hann á D2 svona opinn. Í sumum tilvikum stendur riddarinn betur á D2 en á C3. Á C3 verður hann oft fyrir aðkasti B-peðsins en á D2 stendur hann sumuleyti betur í mörgum afbrigðum. Hvítur leikur þá biskup D3 hér. Hér ætti svartur að leika biskup G4 og virkja hvítriddarbiskupinn sinn. Og eftir riddari BD2 leika E6. Í staðinn fyrir riddari BD2 getur hvítur líka leikið drottning B3 sem er svolítið ógnandi leikur, hóta peðin á B7. Og hér er mikilvægt að velja nákvæmt framhald og drepa strax á F3 og gefa hvítum tvípeð. Það er ekkert sérstakt fyrir hvítan að drepa á B7 þessari stöðu, þá drepur svartur á G2 og eftir hróku G1 drepur hann á C4 og eftir biskup drepur C4, biskup D5 og eftir biskup drepur D5 og riddari drepur D5 og drottning drepur A8 er hvítur skiptamun yfir en drottningin er lokuð inni á A8 og eftir biskup D2 og riddari B6 fellur drottningin. Hvítur getur reyndar leppa riddarann með biskup A5 en eftir riddari drepur A8 og biskup drepur C7 og riddari drepur C7 hefur svartur riddara á biskup fyrir hrók í þessari stöðu og stendur vel. Förum tilbaka í stöðun eftir biskup drepur F3. Betri leikur fyrir hvítan er G drepur F3 og þá mæli ég með þessum skerkennilega leik hérna hrókur A7 sem valdar B7-peðið. Það er Alexander Morisevich sem kom fyrstur með þennan leik í skák gegn Viswanathan Anand sem hann vann glæsilega og við skoðum setna í mótilskákunum. Eftir riddari C3 kemur E6 og hér á hvítur tvo möguleika. Hann getur læst peðastöðunni með að leika C5. Þá ætti svartur að leika riddari BD7 og reyna að brjótast í gegn með að leika E5 setna meir. Eins og áður hefur svartur góðan svartættabiskup sem að tónar vel við peðin sem er alltaf hvítunröðum og svartur getur svo setna losa hrókinn sinn tilbaka. Eftir leikinn svo drottning C7 getur hrókurinn farið tilbaka. Í staðinn fyrir C5 í þessari stöðu getur hvítur líka leikið biskup D2 og þá ætti svartur að leika biskup E7 og eftir F4 sem að virðist binda miðborðið svolítið niður, svartur á ekki lengur möguleikann að leika E5, þá getur svartur drepið hérna á C4 og eftir biskup drepið C4 leikið B5 og svipuð hugmynd eins og í meranafbrigðinu og eftir biskup E2 leikir riddari BD7 og telt upp á það að leika C5 setna meir og sem að hrókurinn A7 er núna orðin partur af planinu, hann getur farið á C7 eftir. Í stöðun eftir biskup G4 er riddari BD2 eðlilegri leikur fyrir hvítan og þá mælti ég með E6 og eftir stuttar hrókun í þessari stöðu hér riddari BD7. Hvítur getur líka byrjað á því að leika drottning C2 hérna. Það breytir ekki miklu, staðan er mjög svipuð eftir riddari BD7 og til dæmis stutt hrókun núna kemur biskup D6 eða hvítur getur leikið B3 fyrst og þá mæli ég með þessum leik hérna biskup H5 strax sem byggir á því að leitast eftir uppskiptum á hvítriddarbiskupunum sem munum að betri biskup svarts er venjulega svartriddarbiskupinn út af peðunum sem eru flest á hvítum og eftir biskup D6, biskup B2 og biskup G6 býður svartur þessi uppskipti. Ég held að sé varasamt fyrir hvítan að vera að drepa á G6, það hjálpa bara svörtum að opna hálínuna og veiki hvítastöðuna þannig að hvítur ætti frekar að leika E4 en eftir D drepur E4 og riddari drepur E4 og riddari drepur og biskup drepur leikur svartur hérna drottning C7 og svarta staðan er gríðarlega traust. Hann á smá möguleika á að pressa hvítastöðuna á H2 og hérna getur telt upp á að fá mótspil með að leika í framhaldinu E5, jafnvel C5 einhvern tíman eftir að hann er búinn að hróka og virkja hrókana sína. Eftir stuttar hrókun riddari BD7 og drottning C2 kemur svipað framhald að vorum að skoða biskup D6 eftir að hann verið bara önnur leikjaröð, biskup H5 og biskup G6 og hér eru aftur komið sömu stöðu eftir E4 og uppskipt af E4 og drottning C7. Svarta staðan er ákveðlega traust og svartur hefur fína möguleika hér. Takk fyrir þetta.